Komið þið sæl. Heilbrigðisþjónusta gegnir lykilhlutverki í öllum samfélögum. Á Austurlandi það Heilbrigðisstofnun Austurlands sem sér þessa þætti. Umdæmissjúkrahúsið í Neskaupstað og svo starfsemi allt Austurland. Guðjón Hauksson, forstjóri. Starfsemin þessi stofnun, Heilbrigðisstofnun Austurlands, líklega með stærri vinnuveitendum á svæðinu. Já, ég held að megi alveg færa fyrir því rök. Það eru 350 starfsmenn sem vinna hjá Heilbrigðisstofnuninni á hverjum tíma, eitthvað í kringum 500-550 þegar við erum með sumaraflýsingu hjá okkur. Við erum með 11 starfsstöðvar vítt og breitt Austurland og eins og þú segir umdæmissjúkrahús okkar í Neskaupstað. Heilbrigðisstofnunin starfar má segja á öllum málefnasviðum íslenskrar heilbrigðisþjónustu eða svona nánast öllum málefnasviðum íslenskrar heilbrigðisþjónustu. Það hjúkrunarsvið og það sjúkrasvið og það heilsugæslusvið. Við sinnum líka og berum ábyrgð á utanspítalaþjónustu eins og til dæmis sjúkrabílaþjónustu. Þannig að það má segja það að heilbrigðisstofnanir landsbyggðarinnar sjá heilbrigðisþjónustuna nánast frá A til Ö. Umdæmissjúkrahúsið í Neskaupstað, þar svona megin starfseminni getur við sagt á margan hátt. Hvernig sú stofnun tækjum búin og mannskapslega? Já, þú segir að það sé svona megin starfsemin. Megin starfsemin auðvitað víða og heilsugæslan og uppbygging heilsugæslunar ekki síður mikilvæg heldur en umdæmissjúkrahús okkar og við leggjum mjög mikla áherslu á uppbyggingu heilsugæslunnar einnig. En að því þú spyrð hvernig sjúkrahúsið okkar tækjum búið, þá myndi ég segja að það væri nokkuð vel tækjum búið og það ánægjulegt núna á síðustu 3 ár hefur ríkið komið inn með myndarlegri hætti heldur en mörg ár þar á undan með fé til tækjakaupa sem við höfum nýtt mjög vel, en þar á undan var það þannig að það voru einstaklingar og fyrirtæki sem voru að kaupa tæki og tól og gerðu það bara beinlínis að verkum að sjúkrahúsið jafn vel tækjum búið og það í dag. Og þetta á svo sem við fleiri starfsstöðvar okkar heldur en bara sjúkrahúsið að það veru því var haldið að mörguleyti, tækjakaupi var haldið að mörguleyti uppi af einstaklingum og fyrirtækjum í fjórðungnum. Sem sýnir kannski mikilvægi, sýnir kannski það hversu íbúar landsbyggðarinnar og landsfjórðungsins hjá okkur og bæjarfélagana finnst þessi þjónusta svo gríðarlega mikilvæg sem hún En starfsstöðvarnar, þær eru væntanlega nokkuð misstórar? Já, þær eru misstórar. Við erum með stóra heilsugæslu hér og hjúkrunarheimili hér á Egilsstöðum, þar sem þessi þáttur tekin upp. Það verið að byggja við og stækka helming heilsugæsluðuna á Reyðarfirði hjá okkur. Og svo það umdæmissjúkrahús okkar í Neskaupstað. Þetta eru stærstu stöðvarnar okkar. Aðrar eru minni og það eins og það eru. En lykillinn að því að starfsemin sé öflug og fagleg, það náttúrulega starfsfólkið. Hvernig gengur að fá menntað og hæft starfsfólk? Þú hittir algjörlega naglinn á höfuðið þarna að það þetta starfsfólki sem lykilatriði í þessari veitingu heilbrigðisþjónustu. Þetta þjónustustofnun og það starfsfólki sem veitir þessa þjónustu. Það alveg klárt. Okkur gengur ágætlega að manna. Það eru samt sem áður víða áskoranir hjá okkur. Læknamönnun núna undanfarin ár hefur verið strembin, en eins og ég hef sagt að þær fagstéttir sem eru menntaðar við Háskólann á Akureyri, okkur hefur gengið betur að manna með þeim fagstéttum heldur en þeim fagstéttum sem ekki eru menntaðar við Háskólann á Akureyri. Þá það hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar og iðjuþjálfar. En læknamálin þau eru í betra horfi núna heldur en var fyrir einhverjum árum eða eitthvað? Ég get ekki sagt það. Okkur gengur erfiðlega að fá til okkar sérfræðinga í heimilislækningum. Okkur hefur líka gengið
erfiðlega fastráða til okkar lyflækna á umdæmissjúkrahúsi. Þannig að ég get ekki sagt að gangi eitthvað sérstaklega betur núna. Þetta bara stöðug áskorun að manna og við þurfum að vera stöðugt með allar klær úti til þess að manna þetta. Enda líka mjög mikil alþjóðleg samkeppni heilbrigðisstarfsfólk. Hún líka mikil hérna innanlands heilbrigðisstarfsfólk. Heilbrigðisstarfsfólk gríðarlega eftirsóknarverður starfskraftur alls staðar. Og svo þá má ekki gleyma því að það er læknaskortur og það skortur á hjúkrunarfræðingum í öllum hinnum vestræna heimi nánast. Algjörlega. Algjörlega og mér kannski varðandi menntun þessara fagstétta að okkur hefur gengið erfiðlega á landsbyggðinni núna undanfarin ár og þó að sé vissulega verið að leggja meiri áherslu á heilsugæsluna núna heldur en hefur verið, að þá hefur okkur gengið erfiðlega að manna með heimilislæknum á landsbyggðinni og ég hef gagnrýnt meðal annars menntun þessara fagstétta og það sem ég þá aðalega að tala er kannski ef ég má orða þannig útsetning nema fyrir fjölbreyttri heilbrigðisþjónustu. Mér hefur fundist stundum eins og að það séu sérgreina þjónustan sem að bróðurparturinn að tíma nema í heilbrigðisvísindum eða hann fer meira og minna í að læra þá hluti. Það hefur verið, ég talað að leysa hluta vandans þá minnstakosti með svokölluðum landsbyggðarlækningum eða með að mennta fólk til þess að starfa út á landi. Já, þetta kallað héraðslækningar. Það ein hugmynd sem í bígerð sem mér líst bara vel á og mér líst sérstaklega vel að bjóða þá upp á tækifæri fyrir þá sem hafa áhuga á því að sérhæfa sig í þessum fræðum. Þannig að ég hef ekkert nema gott það að segja og þó að það sé ekki komið í gagnið ennþá þá það spennandi verkefni. En hvar þetta mál núna sem sagt þegar þið forstöðumenn þessara stofnana að hittast? Þetta í umræðunni alltaf svona af og til og sérðu það fyrir þér að þetta verði að veruleika einn daginn? Héraðslækninganámið? Já. Sko, það þá verið að fjalla þetta eins og ég best veit að það sé þá, þetta sé nám fyrir sérfræðinga heimilislækningum til þess að bæta við sig og ég hef þá trú að það verði án þess þó að ég viti og ég ekki einsti koppur í búri við þetta en ég hef þó heyrt að það sé áhuga á því að hefjast handa við þetta. En hvað með svona, þjónustu, ýmsa svona sérgreina lækningar, hvernig eru þau mál leyst hjá ykkur hérna fyrir austan? Já, hérna fyrir austan hefur það verið leyst með ýmsum hætti. Mér langar kannski fyrst að segja að lögum samkvæmt þá Heilbrigðisstofnun Austurlands að sinna almennri heilbrigðisþjónustu en það þýðir ekki það að íbúar Austurlandi þurfi ekki sérgreinalæknaþjónustu líka. Hingað til hefur það verið leyst með ýmsum hætti. Við erum að svona prófa okkur áfram í þessu. Stjórnvöld eru líka að hafa lagt töluvert mikla vinnu í það að velta fyrir sér með hvaða hætti á landinu öllu þessari þjónustu eigi að vera fyrir komið. Þar eru Sjúkratryggingar Íslands sem spila lykilrullu. Heilbrigðisstofnun Austurlands búin að gera að taka þátt í afar áhugaverðu tilraunaverkefni núna. Það sem eru komin samningur við Landspítala Háskólasjúkrahús og Sjúkrahús á Akureyri. Þessi 2 sérgreina sjúkrahús okkar þjónustu ákveðina sérgreina lækna inn á okkar svæði. Þetta tilraunaverkefni sem við ætlum að prófa núna í heilt ár og taka út tölfræðileg gögn og skoða heimsóknir til þessara lækna og sjá svona hvernig þetta gagnast okkur og hvernig þetta eykur aðgengi að þessari þjónustu. Þannig að það ýmislegt í gangi og ég finn líka vilja til þess að bæta þetta af því að þetta hefur ekki verið í nægilega góðum skorðum og það hefur sannarlega verið aðgengismunur að þessari tegund heilbrigðisþjónustu og eins og íbúar á Austurlandi hafa notað sérgreinalæknaþjónustu 3 sinnum minna heldur en íbúar höfuðborgarsvæðisins. Þetta bara gögn sem við höfum.
Ég er samt ekki að segja það að öll sérgreinalækna þjónusta eigi að koma út allt. Það sem ég er að segja, ég held að það sé mikilvægt að við skilgreinum ákveðna þjónustu þætti sem skuli flokkast sem nærþjónusta. Og inn í því þá einhverjar ákveðnar sérgreinalækningar sem eru flokkaðar sem nærþjónusta og eru þá veittar á landsvísu. Þannig að þetta eru sem sagt þá þær greinar sem eru þá svona lang algengastar. Já, sko, það eru þetta kannski einhverju leyti misjandi eftir landshlutum, en þó þetta sérgreinar sem eru algengar allstaðar og ég hef stundum kannski talað svona sérgreinar sem eru svona fylgja svona lífsspönn mannsins og getur nefnt barnalækningar og öldrunarlækningar, geðlækningar, augnlækningar og svo framvegis. En ég svo sem ekki með einhverja eina ákveðna niðurstöðu þarna, en ég held það sé mikilvægt að við skilgreinum ákveðna nærþjónustu og byrjum allavega þar, vegna þess að þó við gerum bara það og getum útvegað þá þjónustu, þá það allavega mun betra heldur en það eins og það í dag. Þannig að hlutverk þinnar stofnunar í raun og veru almenns eðlis, en samt sem áður þá alltaf talað það að landsmenn allir eigi rétt á og eigi að fá sömu heilbrigðisþjónustu. Algjörlega, það algjörlega rétt hjá þér og það náttúrulega reginmunur á heilbrigðisþjónustu, þessari tegund heilbrigðisþjónustu þegar þú ert út á landi eða í Reykjavík. Ef þú finnur eitthvað staðar til eða telur þú þurfir að leita þér heilbrigðisþjónustu, þá eru valmöguleikarnir í Reykjavík miklu fleiri. Þú getur pantaði tíma hjá einhverjum sérgreinalækni, þú getur ákveðið að fara á læknavaktina, þú getur ákveðið að fara á móttöku á heilsugæslu sem flestar hverjar eru milli 4 og 6 eitthvað svoleiðis. Þú getur pantað tíma hjá heimilislækni. Hér fyrir íbúa landsbyggðarinnar það fyrst og fremst þannig að þú bara ferð á þína heilsugæslustöð og það ekkert annað að ræða. Nú nema þá að veikindi þín séu með þeim hætti að þú þurfir að fara beint á umdæmi sjúkrahúsi eða í sjúkraflugi eitthvað annað. Ertu með öðrum orðum að segja að landsmenn allir þeir sitja ekki við sama borð en það sé verið að vinna að því að einhverju leyti? Það sem ég að segja ég myndi vilja skilgreina þetta kannski skiptis í tvennt. Það almenna heilbrigðisþjónustan. Landsmenn vítt og breitt, það jafnara aðgengi að þeirri þjónustu. Hins vegar hefur þróun heilbrigðisþjónustu á landinu að mínu mati, hún hefur verið rosalega sérhæfð. Við Íslendingar leitum og viljum leita mjög mikið til sérhæfðs heilbrigðisstarfsfólks. Jafnvel þó að almenna þjónustan, heilsugæsluþjónustan, gæti vel sinnt þessu og mörgum tilfellum betur heldur en svo sérhæfða. Að eins og hún hefur þróast, þá það þannig að íbúar á landsbyggðinni þeir nota ekki þessa sérgreinaþjónustu nálægt því jafn mikið eins og íbúar á höfuðborgarsvæðinu, en almenna heilbrigðisþjónustan sem eru heilsugæslustöðvarnar, við notum hana meira þá. Enda ég vil alltaf vera að hamra á því einmitt að sjúklingar að heilsugæslustöðvarnar verði fyrsti valkostur. Akkurat, sem raunin á landsbyggðinni. Þannig það hjá okkur. Ef að þú myndir bara horfa þá bara yfir sviðið ef við erum að tala að bera þá saman höfuðborgina VFS Austurland og ofta tíðum hættir til þess að bera hlutina saman og svo kannski finnst okkur alltaf grasið vera grænna hinum megin. En þjónustan hérna fyrir austan að almenningur hann kannski á margan hátt hann mun nær heilbrigðisþjónustunni heldur en til dæmis íbúar á höfuðborgarsvæðinu og með betra aðgengi. Já, ég veit ekki kannski hvort það sé betra aðgengi, en það allavega þannig að við erum með þessar starfsstöðvar okkar og
íbúar á landsbyggðinni nota heilsugæsluþjónustuna augljóslega meira heldur en þessa sérgreinalæknaþjónustu og það er aðgengi að þeirri þjónustu sem kannski jafnara land allt eins og ég sagði heldur en aðgengi að þessum sérgreinalæknum. Ég kannski átti svona kannski frekar við sem sagt sko aðgengi að læknum sem sagt hversu eru langir biðlistar eftir að komast til heimilislæknis? Þarf maður að bíða hérna í 3-4 vikur? Nei, við höfum skipulagt þetta þannig að ef að þú telur þið þurfa að leita til læknis núna í dag, segjum það, og þá hringir þú á heilsugæslustöðina og segir að þú þurfir að fara til læknis og við erum með það sem er kallað hjúkrunarstýrð samdægurþjónusta og þá færðu samtal við hjúkrunarfræðing hjá okkur, getur annarkvort hitt viðkomandi hjúkrunarfræðing og hann metur þá hvers eðlis erindið og sé það metið þannig að þú þurfir að hitta lækni, þá gerir þú það. Þannig reynum við að forgangsraða erindum inn til okkar, þannig að það er ekki þessi langa bið eins og þú ert að tala áðan, þannig að við reynum að forgangsraða þessu svoleiðis. Þannig að þjónustan, hún að þessu leyti er hún í góðu lagi? Já, sko, ég er alveg á því að varðandi þetta, sko, mér finnst við þurfa að fjölga fagstéttum í framlínu heilbrigðisþjónustu og með því auka fjölbreytnina í þjónustu heilsugæslunnar. Núna erum við til dæmis bara eins og með hjúkrunarfræðingum, með sálfræðingum, með sjúkraþjálfum. Það er gaman að segja frá því að Heilbrigðisstofnun Austurlands þú getur pantað beint tíma hjá sjúkraþjálfara í heilsugæslu sem metur ástandið út frá augum og þekkingum sjúkraþjálfarans. Þetta hefur gefist mjög vel hjá okkur. Við erum með þessa hjúkrunarstýrðu samdægurþjónustu, þannig að það skiptir mjög miklu máli og sérstaklega, ég veit ekki kannski sérstaklega, en það skiptir allan máli fyrir okkur að við nýtum hvern og einn starfsmann, hvern og einn fagmann að hámarki hans þekkingar vegna þess að við erum ekki það mörg og það verða allir að starfa að hámarki sinna þekkingar. En til þess að ná því besta fram úr sem sagt, frá öllum starfsmönnum, þetta er hámenntuð störf, það eru örar framfarir í læknavísindum og öllum greinum heilbrigðisvísinda. Hvað með endurmenntun til dæmis? Já, sko, endurmenntun fagmanns í heilbrigðisþjónustu, heilbrigðisvísindum, hún er að stærstum hluta á hans eigin ábyrgð að halda sér við. Hins vegar er stofnun eins og Heilbrigðisstofnun Austurlands, við gerum okkar til þess að aðstoða fólk við þetta. Við erum á hverjum tíma með nokkuð marga í námsleyfum. Við sendum fólk suður eða á ráðstefnur erlendis eða til þess að halda sér við. Og einnig fáum við töluvert mikið af fræðslu inn til okkar. Svo erum við sjálfsögðu með aðgang að klínískum gæðahandbókum þar sem að nýjustu gögnin og nýjustu verklögin alltaf uppfærð. Þannig að við gerum okkar besta allavega varðandi þetta. Eru til mælingar sem sagt, frá íbúum svæðisins, svona, hvað ég var að kalla þetta, sem sagt, ánægju væntingar, hver er væntingavísitalan hjá ykkur? Já, heilbrigðisþjónustuna. Sko eins og staðan er núna, við höfum rætt þetta töluvert og höfum kannað það með hvaða hætti best er að fá svona þetta sem þú talar væntingar íbúa til þjónustunar. Við höfum fengið þetta einhver leyti í gegnum bara íbúafundi, ég var síðast í gær á Borgarfirði Eystri og íbúafundi, en við höfum ekki gert þetta með formlegum hætti en það er eitthvað sem við hyggjumst gera vegna þess að þetta eru gríðarlega mikilvægar upplýsingar vegna þess að það er engin annar sem á þessa þjónustu heldur en íbúar þessa lands. Þeir eiga þessa þjónustu og þeir eiga að mörgu leyti að fá miklu meira það að segja hvernig hún er skipulögð. En þú ert náttúrulega í góðri samvinnu við íbúana, þér er boðið á Lions-fundi og svo framvegis. Hvað svona heyrist þér á fólki? Hver er þín tilfinning? Já, hún er misjöfn.
en oftast nær nokkuð góð og það sem ég finn á fólki hversu mikilvæg þessi þjónusta og ég finn á fólki stuðningin sem að stofnunin fær, það finn ég nánast daglega. Þannig að heilt yfir held ég að fólk sé jákvætt, en ég hins vegar veit alveg að það hægt að gera betur og við erum stöðugt að reyna að gera betur og bæta aðgengi, fá til okkar hæft fólk, mennta okkar fólk, halda í það fólk sem við höfum. Þetta eru daglegu áskoranir sem við erum að vinna í frá degi til dag. Sko. Ég gerði ráð fyrir því svona bara almennt, það má alveg líta á heilbrigðisstofnanir sem þetta bara hardcore rekstur, þannig lagað að minni fyrirtæki þau eru ofta tíður svolítið svona sveigjanlegri heldur þau stóru. Hvernig þetta í heilbrigðisgeiranum? Já, einmitt. Sko, ég held að kannski einhverju leyti sveigjanleikin okkar, Heilbrigðisstofnunar Austurlands, mér finnst hann að mörgu leyti felast í því starfsfólki sem hjá því vinnur. Til dæmis bara þegar kom hérna mislingatilfelli mörg á Austurlandi, að þá stóð heldur betur ekki á starfsfólki HSA að taka það og sinna því eins vel og hægt var. Þannig að svoleiðis sveigja og að takast á við svoleiðis þætti, það hefur gengið ágætlega. En það annað sem kannski kemur þarna á móti og það er alls konar kröfur til okkar sem ríkisstofnun sem eðlilegt, eins og jafnlaunavottun, sem að persónuverndarlöggjöf og fleira sem eru kröfur til okkar. Og þar getur stundum fámennið í starfsmannahópnum valdi því að það mikið álag á þá sem að vinna þetta, því að það er ekkert endilega mikið minni vinna fyrir minni stofnanir að innleiða svona heldur en stærri stofnanir. Sko. Ef við hugsa svona aðeins í framtíðina, inn í framtíðina næstu ár, þetta fjarlækningar, þetta svona eitthvað sem á fleygiferð. Hvernig sér þú þessi mál þróast og þá með svona tilliti til fyrir Austurland? Akkurat. Sko, við erum núna að taka þátt í verkefni við köllum þetta fjarheilbrigðisþjónustu. Það sem að ríkið hefur stutt okkur til kaupa á tækjum. Við höfum ráðið til okkar verkefnastjóra í það verkefni sem er læknir, sem að vinnur hjá okkur 10 daga í mánuði og svo annars staðar og sinna íbúum Austurlands. Þetta gríðarlega spennandi verkefni. Við erum svona að stíga og þróa og prófa hvað það sem að virkar hjá okkur og hvað ekki. Og ég finn það vítt og breitt landi að það er áhugi á þessu og það eru sannarlega tækifæri til þess að gera vel þarna að mínu mati fyrir svona dreifðari byggðir að þetta gæti nýst vel þar. Á hvaða sviðum sérðu þetta gerast? Sko, ég held þetta, mér finnst einhvern veginn svolítið, heilbrigðisþjónustan mörgu leyti alltaf aðeins á eftir og það er ekkert óeðlilegt vegna þess að þú vilt hafa þjónustu sem er prófuð og sannreynd. Við heima hjá okkur, við prófum bara alls konar í nýja síma og nýja tækniframfara, þannig að þetta fleygir svolítið hratt fram svona þar, en í heilbrigðisþjónustunum þá viltu vera á þeim stað að þetta sé sannreynd og prófað. Þannig að ég held að tækifærin eru á öllum sviðum heilbrigðisþjónustunnar. Tækifærin eru í heimaþjónustu, í heimahjúkrun, tækifærin eru eins og núna Heilsuvera hefur tekið algjörum stakkaskiptum, heilsuvera.is. Tækifærin eru líka í því að það sé hjúkrunarfræðingur á einum stað og læknir mögulega á öðrum stað sem að sinni sjúklingum í sameiningu. Þannig að það eru heilmikil tækifæri þarna og það skemmtilega við þetta að mínu mati er það að þessi tækifæri sem ég að segja þér að það eru fullt af öðrum sem við vitum ekki af og höfum ekki séð sem eiga sinni að koma í ljós. Er ég kannski að fara að upplifa það að læknirinn minn, hann sé bara þess vegna bara á Skype í Reykjavík eða Kaupmannahöfn? Já, ég er ekki að tala um að Skype því þú nefnir það sérstaklega forrit, en einhvers konar svoleiðis búnað. Ég meina,
Það vel mögulegt, það getur verið að þróist að einhverju liti þannig, en auðvitað kemur ekkert í staðinn fyrir það að hittast einn og einn, en þetta getur í einhverju tilfelli verið sniðugt. Og svo náttúrulega virkar þetta í báðar áttir að þessir sérfræðingar, þeir getur nú hæglega verið hérna á Egilsstöðum. Algjörlega. Og svo höfum við þetta, já algjörlega sko, og svo höfum við þetta kannski nýtt svona þjónustu, ég meina símar hafa verið til lengi og það hafa verið til símatímar á heilsugæslustöðvum afar lengi og finnst engum þannig sérstakt til... Þótt einu sinni framandi. Já, kannski já, en það finnst engum þannig tiltökumál í dag að hringja í heilbrigðisstarfsmann og ég held að eftir einhver tíma þá þyki engum þannig sérstakt tiltökumál að eiga samskipti við heilbrigðisstarfsmann með einhverjum öðrum hætti. Þú ert menntaður í hjúkrun, ert hagfræðingur, hefur stundað erlendis rannsóknir á heilbrigðissviði. Ég bara svona almennt svona, hvernig erum við Íslendingar að standa okkur á heilbrigðissviðinu og ef við þá kannski svona sérstaklega þá tökum Austurland út? Já, heilt yfir held ég að við séum nú bara að standa okkur svona þokkalega. Það eru fullt af sóknartækifærum og það sem mér hefur fundist kannski vanta dálítið á Íslandi almennt, sem að við finnum þetta hérna líka fyrir austan, það er svona almenn stefna heilbrigðisþjónustu. Hvernig þjónustu viljum við hafa á Íslandi? Hvernig ætlum við að veita hana? Með hvaða hætti og hvar? Stjórnvöld hafa tekið svona fastari tökum á þessu núna heldur en áður og ég vona það að það verði samþykkt ný heilbrigðisstefna á Alþingi og ég vona að það nást sátt þá stefnu að Íslendingar séu vilji þróa heilbrigðisþjónustuna sína eftir þeirri stefnu. Þannig að ég held að það skiptir mjög miklu máli og gerir allt svo miklu auðveldara vegna þess að þróun heilbrigðisþjónustu sem jafn mikilvæg og raun ber vitni að hún má aldrei vera tilviljunarkennd. Hún þarf alltaf að vera með þeim hætti að það sé búið að sjá aðeins fyrir það hvernig við viljum hafa þetta en ekki það að þetta sé einhvern veginn að því að einhverjum langaði að flytja eitthvað og búa eitthvað staðar. Það er alltaf tilviljunarkennt. En þetta samt sem áður það nú einhvern veginn þannig að heilbrigðisþjónustan hún þarf alltaf meir og meiri fjármuni. Já, það virðist nú kannski, við þurfum að forgangsraða grimmt í heilbrigðisþjónustu, það er algjörlega klárt og heilbrigðisþjónusta er með þeim hætti að hún gæti gleypt mjög mikið fjármagn. Þannig að, og þar aftur kemur stefnan mjög sterkt inn að ef hún er öflug og góð að þá hjálpar það okkur við að forgangsraða þessu fé sem til skiptana er. En það þarf auðvitað forgangsraða, það er alveg klárt mál. En það er ekki skynsamlegt að forgangsraða þjónustu sem er tilviljunarkennd. Það er skynsamlegt að forgangsraða þjónustu sem er eftir einhverju stefnu og einhverju plani sem að sáttur Látum þetta vera lokaorðin. Guðjón Hauksson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands, þakka þér fyrir spjallið. Takk kærlega.